Gísli, Já, hvernig líst þér á þetta? mér líst bara vel á þetta, nema veðrið náttúrulega ekki venjulega búið að fresta öllum golfmótum þegar Nei, þetta er bara íslenskt golf. Já, ok. Ha. Jú, ég meina, mér líst vel á allt. Þú hefur farið yfir ykkur heiðar í verri veðri en þetta. Jú, og fíflunum skal og fóraði þetta og allt þetta, þannig að ég er bara brattur á því við Hefur byrjum. einhvern spila golf? Aldrei spila golf. Ég held að eina skipti sem ég slegið golfkúlu, þá við vorum að taka upp eitthvað á smá innslag í landana á Leyni og Akranesi í vor. Og þá sló ég, ég hef ekki þurft nema 3 högg til þess að þetta væri myndatöku hæft, sko. Ok. En það er held ég einu 3 höggin sem ég hef slegið svona í alvöru golf. Veðrið er nú ekkert alveg að vinna með þér, sko, akkurat núna. Nei, það er rigni hérna eld og brennisteini. Ég hlýt að fá eitt í forgjöf út af það. Það er bara, þetta er saman planu allir hinni. En við skulum, þú ferð fyrst í kennslu til Björgvins Sigurbjörnssonar og svo sjáum við hvernig það gengur. Já, Gísli, herðu, við ætlum að renna þess yfir og þú ætlar að fara að spila hérna eina hóla á eftir. Þetta tekur ekki náma 10 mínútur að læra þetta, að læra golf. Það tekur 10 mínútur að læra golf. Já, ég veit, fínt, ég hef alveg tími þá. Þú hefur tíma. Þú ætlar að setja hægri hendina hérna og vinstri fyrir neðan. Þannig að stiltu þér upp fyrir boltan eins og þú myndir ná í boltan. Þetta er svolítið sem að fara að skýta á völlum. Við höldum okkur fram í mjöðmum og svo gefum aðeins eftir í njánum. Þú ætlar að stilla þér upp eins og þú myndir hitta boltan hérna. Ef þú tekur hérna svona sem við kallum æfingasveiflu og lætur kylfuna strjúka svörðinn hérna. Nei, ég er bara hræddur að taka alveg að rista torf hérna. Já, það er... Nei, það var einmitt það sem ég var hræddur Er ekki fínt að æfa þetta svona í kartöflugarði? Kannski ekki. Til að stinga upp. Þetta er fínt svona til að tæta mosana á vorin. Nú ætlum við að láta vaða á eitt bolta. Ok, allt í lagi. Sérðu? Þetta var stórfenglegt. Þú ert með þetta? Er það ekki? Mér sýnist það. Þetta er alveg í genunum, það er ekki bunnið. Við notum bara axlirnar, við erum ekki að taka einhverja langar sveiflu hérna eins og áðan. En staðan eins? Staðan er svona nokkuð eins, að hendurna hanga bara hérna niður. Og síðan er það bara þessi hreyfing og reyna að rúlla boltanum sem næst flækinu. Og á flötin að vera, er hún alveg slétt? Já, hún er svona nokkuð slétt, það er náttúrulega svona... Þetta er ekki gott beitiland, segum við? Nei, hér skiptir mestu máli hraðinn eða, þú veist, lengdarstjórnunin. Hvernig reiknar maður út hvað maður þarf að slá fast? Ef ég teki boltan frá og þú myndir taka hérna, hvað heldur að þetta færi? Heldur þetta færi ekki aðeins lengur en? Ég held að ég myndi rota hlinn. Já, ég mitt, þannig að þá þarftu að taka minni sveiflu. Það er svo langt að þetta var bara langt frá. Þetta er bara spurning hraðan og hérna, þannig að ég held að þú sétt bara tilbúin í þetta. Ég er útskriðað, sumir eru alla ævina, alveg 50-60 ára að vinna í þessu. Maður er alltaf að læra. Bara gangið vel. Spara stóru orðið þá er það áfæðina. Takk fyrir ekki. Gísli, þetta gekk nú vel hjá þér áðan. Já, það er nefnilega það sem ég óttast þegar smekkur við. Þetta gekk nefnilega svo vel. Ég hef lent í því að byrja vel í ýmsu svona sem ég er að prófa fyrst skipti. Held að ég sé með þetta, svo bara fer allt í vaskinn, sko. Heyrðu, sko, þú ert með bolta og 10 og ég... Þú tók maður að glaða hérna? Já. Ég held að þú ekkert að gera annað heldur en bara að byrja. Svo mikið veit ég að þetta var tróð þessu hérna niður, ekki? Já. Ég veit ekki hvert það fór. Ég skal viðurkenna þetta algjörlega óvart. Heyrðu, við varum að kvarta yfir veðrinu áðan, Gísli, og nú komið bara... Nú er blíða, sko. Bóngo blíða. Hvort þeir nægja að klára þetta í þessu veðri, sko. Það er engin afsökun með veðrið allavega núna. En ég er heldur ekki búinn. En heyrðu, þetta var 100 metra högg, sko. Þetta er 120 metra högg, það er mjög gott. Flaug vel. Það var ekkert að þessu. Ég er alveg með þetta, sé ég. Óttið þinn var algjörlega ástæðulaus. Hún var ekki komin ofan í, sko. Við skulum nú ekki tala varlega, sko. Aðeins varlega. Fór hún onni. Ég vissi þetta. Það er svo góðum með mig. Við, prófum. Já, þetta var Hann fór alltaf upp úr. Skaplega list hjá þér. Það er komið 3.
Já, já, þetta var bara mjög vel gert. Áðurumslega Gísli, Já. þetta er 5. höggið þitt. Ef að þú setur hann ofan í, þá vinnur. Bara svona til að setja smá pressu á það. Já, þakka þér fyrir. Það var einmitt gott að fá að vita þetta núna. Já, þetta er bara eins og taka vítaspyrnu á heimsmyndarmóti. Þetta er svakað. Ekki það ég hef gert það, en hérna. 6. 6 högg. Hvað því það er jafntefli? Það þýðir það jafntefli. Hvernig fannst þér þetta? Þetta var skemmtilegt. Það ekki? Það var eiginlega bara miklu skemmtilega en ég... Þetta gekk vel. Þetta var eins skemmtilegt og ég óttaði, sko. Fyrsta höggið var frábært. Já, en svo... Já, þetta var bara klaufaskapur. Þetta skrifum við á reynsluleysi, sko. Við ætlum ekkert að gagnrýna þig fyrir þetta. Jú, þetta voru 6. Ætlaðu að reyna Ég ætla að deila við dómarann eða? Fara fram með endurtalningu, ég bý í Borgarnesi og það er oft talið aftur, sko, í kosningum og svona. Akkurat. Herðu, takk fyrir þetta. Herðu, sömuleiðis, takk fyrir mig.